boltan út og spila sig í gegnum þetta. Það er Fannar. Sóla. Og þetta dettur hjá honum. Sóla setur þetta ofan í 14 stigana komið. 82-78, 4 stigamunur innan við 2 mínútur eftir. Það er hitt í mannskapnum. Já, það verður auðvitað að vera. Jón Ólafur, þetta er glæsilega gert hjá honum og Hlynur Bæringsson, hann skorar 16 stig, 20 stigamunur, Sveimur þá. Þetta var mjög vel spilað hjá Snæfell, við sáum að Jón Ólafur var fljótur að hugsa, sá Hlyn algjörlega alinnan. Svo Sóla, en búið að flauta. Tveggja stigamunur, 82-80, Jeremías Sóla, hann er ótrúlega drjúgur. Ja, hann er bara erfur við að eiga nýra á blokkinni og hann í rauninni hefur stóran þátt í velgengni KR í vetur að þeir geta verið með þetta ógn líka inn í teiknum að geta skorað það utan og svo innan líka. Call me. Let's post him right. I'll post him right. You go like you're going after the offensive rebound. You two go back, okay? We're just gonna contain them now. Okay? They will set up. Next possession is crucial. Okay? They will set up ball pick. They're gonna press it. You gotta head them. They're ready. Okay? Hey, if you're the far side wing, you gotta come in. Hey, make them skip it. Hey, Það er tveggja stigamunur, 1 mínúta og 25 sekúndur eftir magnaðar ykkur hér í Stykkishólmi verið bráskemmtilegur. Það var aðeins í fyrsta leikluta sem að Snæfellingar sýndu glæpnarna og þá afgerandi Hórustu voru yfir 21-11 síðan hefur þetta nánast verið jafnt á öllum tölum í KR-ingarnir ávallt skrefinu og undan. Já, þeir hafa verið það og manni finnst svona í rauninni alltaf líklegri og hinir kannski alltaf haft meira á brattan að sækja. Og það er Sóla á vítalínunni. Þar er hann hýtna segur í þetta og hægðanum meira. Ja, hann allavega fylgdi þessu ekki eftir þessum orðum. Nei, hann hlustaði ekkert á þetta, það er bara hvernig hvað hann gerir núna. Kveikja á heyrnartækjunum kallinn minn, tveggja stigamunur. Já, og hann verða tveggja stigamunur, 83-80, nú er ljúft að fá þristir í heimamenn og jafna þetta. Nú er það kannski að takki færa þá á húsinu. Já, kannski, og Sjás fyrir gegn og hann skorar! Justin Sjás komið 20 stig. Frábært. Stórkostlega hjá honum, búinn að spila þennan leik alveg frábærlega með 21 stig, stigað upp reymannum. Já, við vorum að tala á hann að hann þyrfti að sína okkur það hann geti búið til eitthvað og hann var að gera það þarna klárlega. Heldur betur og þá er það Tyson og Pálmi ætlaði skotið, hætti við það og Finnur Fannar Ólafsson undir körfinni og hann næri ekki alveg. Þetta var skrítið skot. Já, þetta var stórskrítið skot, þetta var undarlegt. Eintismunur 83-82, 40 sekundur. Segir klukkan, 14 sekundur í skot, klukkan og skelvileg sending. Jón Ólafur Jónsson. Þarna var Jón Ólafur bara búinn að ákveða að hann væri frýr en það verður að kíkja, það verður að grípa og kíkja. 27 sekundur, 14 sekundur segir skot klukkan 13. Tyson Patterson, hann er sniður. Og við skulum sjá hvað hann gerir hér, leggur hann stað og býður við þeir missa boltan. Þeir missa boltan, það er allt lítlust, það er allt brjálað. Fannar Ólafsson er alveg hundsvektur með þetta, Sveimir þá 17,7 sekundur segir klukkan í húsinu. Friðrik, hvað segir þetta? Ég held að boltinn hafi farið af Fannar hana. Þið sýnist það. Já, ég gæti ekki séð betur og Fannar er alveg brjálaður yfir þessu. Einstigsmunur 83-82. Og þeir hafa 17 sekundur heima, menn það skildi þó ekki vera þinn að klára þetta. Það er náttúrulega, þá springur allt hérna í húsinu. UCLA, we're going to run 3-man. Right? None of you right here, Mark, you're in the corner right here. None of you got to time it, so you're getting open right there. On that ball screen right here, when he's coming off, we're going right to the hole, Manny. Right? And you got Justin in the corner, Siggy, or you're turning, you got Nunny right there. If we don't score, we got to foul right away. Okay? Everybody go to the boards. Yeah, let's go, boys. Right, come on. Right away, right here. Here we go. Simon, make a good help. Friðrik, þú hefur láttar ekki verið í þessari stöðu, nákvæmlega sömu stöðu. Já, einhvern tímann. Þetta nú setur hann upp bara ákveðin atriði, nokkra stöður en að búa til
hugsanlega möguleika og síðan einhverja útúdúra ef að vörnin mætir einhverjum ógnunum að þá reynir að opna eftir á öðrum stöðum, þannig að oftar en ekki að þá það eitthvað svona boltahindranir, einhver kemur og setur hindrun fyrir boltamannin. 15 sekundur segir klukkan, Sjás með boltan, Sigurður Þorvaldsson, einstigsmunur, KR-ingarnir leiða þetta, klára heimamenn þetta og það Jón Ólafur, nei býði við og sá Danski, hann fyrir skotin og það ofan í, Martin Duesson, hann setur þetta ofan í, þetta var þristur hjá manninum, 85-83, svei mér þá, hann var ekki kominn á blað í leiknum en þarna tók hann skotið. Ja, hann þorði því, hann var að gera það, þeir voru búin að spila þetta í gegn og í rauninni bara búin að stimpla þetta, hann var sá eini sem var bara eftir og hann hafði ekkert hann að ræða en að skjóta. Listen, you got Brilli, Escarri, Info, Vannar, Escarri, okay? You need a long shot. Brilli for Scarpi, you stay in, go after the opposite rebound. Hey, drive with this, okay? You set a screen for Tyson, okay? So you set the screen, you go score it. Tyson, take the hole, man! Þetta nógu tími hérna sjáum við skotið aftur. Þetta alveg magnað skot, frábært skot hjá Martin Duesson, fyrir danska og sáði áhorfendur. Átt ekki krónu til. Þetta verið allan peningin takk fyrir. Túkat segir ég eins og Svali. Já. Björgvinsson. Og ég tek undir það. Já. 85-83. Tveggja stigamunur. Heimamenn eru komnir yfir. Þetta alveg lyginni líka. Frábært stemningir í pöllanum. Og við og þá það Palmi. Og hann í skotum. Og hann ykkur eins og Sigurður. Fyrir frábært. Þetta búinn. Þeir klára þetta. Vinna tveggja stiga sigur. Þetta lyginni líkast! Þetta náttúrulega alveg ótrúlega lokakafli hjá Snæfellingum og KR-ingarnir virtust vera með þetta, búin að leika frábælega hérna í seinni hálfleik. En Snæfellingar alltaf svona rétt á eftir og á siglunni á lokasprettinum og þá taka þetta og Daninn ekki búin að sjást í þessum leik. Hann setur niður svakalega.